Það komið sæl, til mín eru konur góðu gestir, Bryndís Haraldsdóttir, Sjálfstæðisflokki og Dagur B. Eggertsson, Samfylkingu. Ég útvarpsþátt því að var einu sinni þá svona nefndi ég að ég var bara með konur, þá þetta skessuhorn, en það er ekki, sko, öllum konum líka það ekki, sko, en það þannig Skrítið? Já, nei, þetta skessuhornið flott, því að maður sé það, þetta merkilegt fjall, en þetta Þingsjá. Þetta Þingsjá, já, ok. Ég sátti það? Já, mjög sátti það. En Dagur, Evrópusambandið með einhverjum hætti varnarsamband? Já, það stuttasvarið, en ég held að það þurfi aðeins að dýpka það svar, vegna þess að ef við erum að tala hernaðarvarnir, þá ekkert sem kemur í staðinn fyrir NATO. Nei. Og við erum við erum með 2 hornsteina í okkar nýsamþykktu varnar- og öryggistefnu sem annars vegar aðildin að NATO og síðan varnarsamningur við Bandaríkin og í raun má segja að þetta sé að einhverju leyti ein og sama stoðin vegna þess að varnarsamningurinn byggður á aðildin að NATO, þannig ef að NATO myndi á einhvern nátt heyra sögunni til að þá var jafn mikið spurningamerki gildi þessa varnarsamnings. Þegar að vera að tala Evrópusambandið í varnarsamningi þá það samt af gildum ástæðum. Í fyrsta lagi núna þegar það orðið algjört sammæli það að það sé mjög brýnt vegna ógnar úr austri frá Rússum að Evrópa hervæðist aftur, að þá hefur Evrópusambandið gríðarlega stóru hlutverki þar að gegna við að samræma þessa enduruppbyggingu, við að stuðla að fjármögnunennar og samhæfingu. Það þarf að í raun endurvekja hluta til en líka bara byggja mjög hratt upp hergagnaiðnað í Evrópu og þar Evrópusambandið með sérstakar áherslur sem verið kallað Rearm Europe sem stefna 800 milljarðar evra sem eru líklega 11.600 milljarðar íslenskra króna, gríðarlegi peningar, bæði í styrkin líka ekki síður lán, Evrópski fjárfestingabankin kemur þarna að, þannig að Evrópusambandið kemur inn sem bakhjarl og samræmingaraðali þegar svona hefðbundna varnir eru annars vegar, en það sem að við þurfum átt okkur á hér, vegna þess að í ógnarmati Íslands, þá erum við kannski ekki fyrst og fremst að búast við því að hingað komi óvinveittur her, heldur erum að búa okkur undir að verja svokallum fjölþáttaógnum, sem eru netárásir, það árásir á innviði eins og sæstrengi, það upplýsingaórið og svo framvegis og verkaskiptingi milli NATO og Evrópusambandsins það að Evrópusambandið hefur verið að byggja sig mjög hratt upp og dálítið leiðandi á þessu sviði. Þannig að þetta svona varnir númer 2 á móti fjölþáttaógnum og svo kannski það sem við höfum verið að horfa upp á sérstaklega síðasta árið að það verið að setja pressu á þjóðir og það bara alþjóðlegt tollastríð í gangi. Tókum eftir því að meira segja okkar helsti bandamaður eða einn helsti bandaríkjumenn hótaði að setja tolla á 8 bandaríkjastjóðir í NATO út á Grænlandi að þegar kemur að vörnum þarf að segja að bregðast við efnahagsókn og tollum að þá Evrópusambandið mjög mikið skjól eins og það var í þessu tilviki fyrir Dani og fleiri vegna þess að það tollabandalag og þú getur ekki sett tolla á eina þjóð innan Evrópusambandsins án þess að það beinist að öllum og allir svara. Mér finnst eins og, sko, þú segir að svona bílið milli Evrópusambandsins og NATO sé bara orðið mjög lítið. Evrópusambandið kemur með beinum hætt að því að styrkja það sem hefur verið kallað Evrópustoðin innan NATO. Þannig að Evrópusambandið ætlar sér alls að geta komið í staðinn fyrir NATO, heldur að styðja við bandalagsþjóðir Evrópu innan NATO sem eru að stórum hluta líka innan Evrópusambandsins. Síðan bætist það við að í stofnsáttmála Evrópusambandsins grein sem lagalega bindandi. Þannig að ef eitthvað bjátar á, ef eitthvað ógnar einu Evrópusambandslandi þá ber hinum ríkjunum lagaleg skylda til þess að koma til hjálpar. Þetta getur verið vegna risastóra eldsvoða eins og eru dæmi frá undanförnum árum. Þá koma fleiri þjóðir að
ferja fólk til meðferðar vegna bruna og svo framvegis. Það getur verið út af náttúruhamförum, til dæmis ef að við höfum verið í Evrópusambandinu þegar Grindavík stóð sem hæst, þá höfum við ekki staðið ein í því, stóðum okkur vel en enga síður að þetta geti skipt máli, en þetta gildi líka árásir á aðra þjóðir. Á meðan sko 5. grein, ein mikilvægasta greinin hjá NATO sameiginlegar varnir og sameiginlegt viðbragð, að hún pólitísk í eðli sínu, hún ekki eins lagalega bindandi og þessi grein í stoppsáttmála Evrópusambandsins. Bryndís, Dagur talar Evrópusambandi, jafnvel kannski öðru samengildur að gera til þessa. Og þú sagði nú á þinginu, þú kynni bara ákjallega Evrópusambandi, þú vildir ekki fara hangað inn. En hlutverk þess, eins og Dagur nefnir, það kannski að aukast einmitt vegna þessa svona sæstringja og annað sem þetta ógn okkur og skemma fyrir okkur? Sko, þú byrjar á því að spyrja Dag hvort að Evrópusambandi væri varnarbandalag. Já. Og ef við bara byrjum þar, sko, ég meina, nei, ég held að sé ekki varnarbandalag, alveg svo Dagur segi, ég meina, NATO það. NATO varnarbandalag. En Evrópusambandi var auðvitað stofnað til að verja stríði. En það var inn á við, sko. Og ég meina, þess vegna hef ég oft sagt, mér finnst Evrópusambandi óbúslega falleg hugsun, sko. Og ég lít á Ísland sem hluta Evrópu og ég vil vinna mjög náið með Evrópuríkjum, hvort sem það Evrópusambandi eða einstök ríki þess. Og Dagur hér að vísa í alls konar samstör sem eru á vegum Evrópusambandin sem við höfum aðild að. Og ég held að EES-samningurinn sé okkar allra stæðsti og mikilvægasti viðskiptasamningur og Evrópusambandi jú einmitt tollabandalag. Það reynda líka með rannsóknir og þróun, ef við tökum það sem dæmi, þar sem við höfum aðgangað þeim verkefnum, og í rauninni Evrópusambandi að mörgu leyti sko bara mjög opið fyrir samstarfi. Og þess vegna held ég að sko sú staða sem við erum með í dag sé hinn fullkomna staða. Það að segja, við erum með EES-samningin og erum í góðu samstarfi við Evrópusambandið á mörgum vettvangum, mörgum sviðum og hér var hann aðeins að vísa líka í svona það sem að kallast á ensku hybrid threats og cyber security eða sem sagt varnir annars vegar fjölþáttaógnir eins og það skýrt á íslensku eða svona netógnir og öryggi sem eru þetta risastórt mál og það alveg rétt að NATO hefur svolítið látið hverju ríki það eftir. Þarna hefur við átt í góðu samstarfi við aðra Norðurlandaþjóðir og líka Eystrasaltsríkin og erum aðilar að svona hvað kallar maður þetta, einhvers konar þekkingarsetri slík mál og ég mjög hlynnt því, ég held að sé mjög mikilvægt fyrir litla Ísland að vera sko opin fyrir alþjóðaviðskiptum og alþjóðasamstarfi. Sko okkar varnir sem lítil eyja upp í Norður-Atlantshafi mætti náttúrulega kannski segja að fyrstu varnirnar eru bara alþjóðalög og ef að heimurinn væri nú fullkominn og það myndi fólk ekki brjóta alþjóðalög og þá væru við nokkuð örugg sko. Við getum ekki treysta en það augljóslega ekki hægt að treysta það því að dæmin sína svo heldur betur annað í þeim efnum og þess vegna eru við sko stoltir þáttakendur og stofnaðilar í NATO og það eru þetta risa stór vörð því það er hið eiginlega varnarbandalag og svo erum við með þennan varnarsamning við Bandaríkin og ég held að þetta sé í rauninni besti kosturinn fyrir okkur eins og málum háttað núna. Og sko ég held að það sé mikilvægt að Evrópusambandsríkin vinni náið saman svo við líka aðeins að horfa á það staðsetningin okkar nú svolítið öðnur sko við erum uppi í Norður-Atlantshafi Grænland, þessi risastóra eyja hliðin okkur sem að tilheyri vissulega konungsríkinu Danmörku en nú reyndar líka fyrsta landi til að segja sig úr Evrópusambandinu Brexit var sem sagt ekki það fyrsta heldur það var Grænland sem að sagði sig frá Evrópusambandinu nú aðeins farið að breytast hljóði í þeim af ástæðu sem ég skil mjög vel menna svo erum við að tala Færeyjar og svo erum við að tala Bretlandseyjar og þetta og Bretland nú ekki hluti af Evrópusambandinu. Þannig að þegar við erum að tala sko einhvers konar varnir, hvort sem það gegn svona hernaðarlegri ógn eða gegn loftslagsvá eða einhverju slíkum þáttum nú eða fjölþáttaógnum, þá held ég að við þurfum að vera á tánum algjörlega, við þurfum að vera á tánum en að við séum í nokkuð góðu ástandi þannig að ég hef ekki séð sko Brussel og Evrópusambandi sama ljósi og Dagur hefur oft talað fyrir í svona hinnum ýmsu ræðum í þinginu að sjá það sem einhverja lausn því ég held að staðan eins og við erum með hann í dag
sé eins góð og hún getur orðið. Það bara sannfæring þín og flokksystkina þína? Algjörlega, og ég meina við horfum þá líka á það, normin eru auðvitað ekki í Evrópusambandinu, og þegar það var fyrir að tala sko varnir, og nú ég mikið inn í norrænu samstarfi, hef verið í því mörg ára, þá náttúrulega sýnir það sig svo bersýnilega eftir fullra innrás Rússa í Úkraínu að það gerðist næstu því á einni nóttu að Svíþjóð, sem alltaf vilja vera hlutlaus, og svo Finnland sem hafa verið með svona sín sérstöku tengsl við Rússland með þessi risa landamæri, þau eru í Evrópusambandinu, en það fyrsta sem þau gerðu það var að banka upp á hjá NATO og vilja koma inn í það bandalag. Þannig að við erum vel varin í öflugasta varnarbandalagi í heimi sem NATO. Já, en það var aldrei þannig að Evrópusambandi sé hervægt. Nei, ég held að sé enginn að tala Oft verið talað um Evrópuher, sko. Það hefur verið talað um Evrópuher, ég held að það sé ekki efst á begi núna, það sem að, og það er auðvitað heilmikið að gerast í þessu og heilmikið degla. Það er komið á vettvangi Evrópu, þar sem kallað því kannski skrýtnanafni bandalag hinna viljugu þjóða sem eru þær þjóðir innan og utan Evrópusambandsins sem eru tilbúin að leggja eitthvað fram í tengslum við öryggistryggingar í Úkraínu eftir að friður semst. Þar er Evrópusambandi mjög sterkt og Evrópusambandsþjóðir auðvitað en líka Bretar, Normenn og við. Þannig að þessi svona öryggisarkitektur í Evrópu, þessi Evrópustóð innan NATO, hún er kannski ekki alveg fullmótuð en enga síður höfum við mikla hagsmunaði að vera mjög nálægt þessu og mér fannst þetta ágætis útlegging og ræða hjá Bryndísi að tala um það að við værum í NATO sem er hornsteinn og mjög mikilvægt og við værum með EES-samningin og undanfarna áratugi höfum við kannski getað hvílt svolítið í trausti þess að þetta væri kannski ekki fullkomni heimur en dygði okkur bara mjög vel. Eftir að ég tók sæti á þingi og fór að setja mig inn í þessi mál þá fór ég strax að skrifa breytingarnar sem eru í alþjóðakerfinu með tilkomu Trump og annars kjörtímabils hans, sumt að því kynntandi sögunar strax á fyrsta kjörtímabili. En hvað var ég að skrifa um? Ég var að skrifa um umræðan Grænland fyrir ári síðan og í raun þessar breytingar sem að verða þegar Trump setur fram kröfur bæði til Grænlands, líka til Kanada, sem að mér fannst mjög margir ekki taka alvarlega og það er oft rosalega erfitt fyrir okkur bara mannfólkið að horfast í augu við að eitthvað sé að breytast og ég vil þróast á versta veg jafnvel þó við höfum það fyrir augunum og vitum að eitthvað sé að gerast að þá eigum við svo erfitt með að taka skrefið og einhvern veginn takast á við breyttan veruleika vegna þess að það getur verið sársaukafullt. Þetta getur verið bara innan fjölskyldna. Þú veist, ef að bara eitthvað er að þróast á verri veg innan fjölskyldna. Það er rosalega auðvelt að bara láta eins og allt sé í lagi og svona þetta stundu kallað meðvirkni eða svona einhver eitru dýnamík en sko þegar þetta í alþjóðakerfinu að þá skiptir ofboðslegu máli að einhvern veginn greina málið og reyna átt að sjá því og bara eins og í almannavörnum að þá verðir skylda til að búa þig undir það sem getur komið upp líka það sem þú telur kannski vera minna líklegt eða jafnvel ólíklegt ef það getur haft rosalega alvarlegar afleiðingar fyrir þig eða þína hagsmuni og ég ætla að halda því fram vegna þess að þó við EES-samningin þá erum við ekki hluti af tollabandalagi við erum ekki hluti af myntbandalagi og við erum ekki hluti af varnar- og öryggissamstarfi Evrópusambandsins og þessir þrír hlutir eru það sem getur reynt mjög mikið á ef að stórveldi eins og Bandaríkin væru að hugsa sér að setja þrýsting á minna ríki sem gæti verið Noregur, gæti verið Ísland eða eitthvað annað vegna þess að
ef þú ert í Evrópusambandinu, þú hefur skjól ef einhver hótað er ofutollum. Þú hefur skjól ef þú ert í myntsamstarfi, ef einhver hótar eða fer að hafa áhrif á gengi þíns gjaldmiðils. Það verður að gera það gagnvart miklu stærri löndum en okkur, Íran. Mér dettur ekki í huga líka okkur sama við Íran, en við megum ekki vera bláig fyrir því að heimurinn er aðbreytast og hann er að sömuleyti breyttur. Og forsætisráðherra Kanada hélt mjög athyglisverða ræðu í Davos, þar sem hann var eiginlega bara að segja við okkur og heiminn, kæru vinir, gamli friðurinn sem Bryndís lýsti svo ágætlega sem bara mjög góðri stöðu, hann er horfinn og kemur ekki tilbaka og við sem erum, og hann talaði fyrir hönd milli stóra þjóða eins og hann orðaði það, verðum að standa saman til þess að við verðum ekki undir í þessu nýja heimi. Hann sagði þeir sem er ekki við borðið, þeir eru á matseðlinum. Það gildi líka okkur og kannski enn frekar. En má ég skilja það þannig að Dagur segir við værum betur stödd með varnir og fleira ef við gengjum í Evrópusambandið. Þú nú lofar Evrópusambandið, þú viljir ekki fá eitthvað inn. Hvort það sé rétt að segja, ég lofi það, ég bara hef ekkert á móti Evrópusambandinu, mér finnst það falleg hugsun sem það verður til og ég meit bara hugmyndunum frið á Evrópu hjá ríkjum sem að höfðu verið að berjast á banaspjótum, ég menn það er nú líka þannig svolítið sem að Norðurlandaráð og norrænt samstarfi komið til, ég menn að við Norðurlöndin vorum í stríðum hér á öldum áður en erum friðsælustu svæði í heiminum en ég bara tek ekki undir það sem að Dagur í rauninni er að færa á borð og mér hefur fundist nú er þessi ríkisstjórn múin að setja Evrópusambandi á dagskrá og þau vilja fara í atkvæðagreiðslu það og þau orðað eitthvað hvort að halda í áfram með aðildarviðræðum. Mér finnst bara miklu rétt að við förum þá bara í að ræða hvað er Evrópusambandið, hver eru kostið þess og gallar. Til þess eru fjölmiðlar. Akkurat og ég ætla ekki að vera á móti því að það eru örugglega hægt að finna einhverja kosti við Evrópusambandið. Ég ætla ekki að vera svo bláeygða. Já, það getur alveg verið það. Það eru augljóslega einhverju kosti við það. Já. Ég held samt sem áður, ef við horfum algjörlega hart á málið, varandi afstöðu Íslands og hvernig Ísland er best fyrir komið til framtíðar, þá held ég að sé í óbreyttu ástandi. Það er að segja sem með EES-samningin en ekki inn í Evrópusambandinu. Breytir Trump bandaríkjaforseti, breytir hann kannski þörfum eða leiðum sem að smáríki þarf að fara? Hann er með opin varnarsamning hérna sem að getur gert hvað sem að vill. Ég ætla ekki nefnilega að leyfa Trump að taka einhvern veginn það okkur og það er að breyta öllu fyrir okkur. Ég vissulega er ekki hrifin af Trump eða hans orðræðu og ég er algjörlega brjáluð yfir orðræðu hans Grænland, bara algjörlega brjáluð. Við megum samt ekki gleyma því því að við lifum hérna á svolítið svona friðsælli eyju að raunverulega ógnin kemur á austri og það er Pútín. Og það er þá frekar að velta fyrir sér ef við erum að tala stórveldi hérna hvað er að gerast enn austar í Kína. Þú veist, þetta er stóra myndin og ég er alveg sammála því að þessi ræða frá forsætisráðherra Kanada var mjög góð og svona opnar augu okkar fyrir því að við þurfum að ræða þessa hluti. Ég hef sagt það í mörg ár að ég vil sjá miklu þéttara og öflugra norrænt samstarf á sem breiðustu grunni og þegar ég tala öryggis- og varnarmál þá hef ég líka talað norrænt samstarf. Nú eru við norðurskautsþjóðir og ég meina helmingurinn á norðurskautinu er nú Rússland. Svo koma Norðurlöndin, svo er það Kanada og Bandaríkin. Og ég held að sé mjög mikilvægt að Norðurlöndin sameinist stefnu varðandi norðurskautið, vinni náið með öðrum norðurskautsríkjum en verði mitt klemmist ekki saman á milli einhverja stórvelda. Og þá í mínum huga væri stórveldi Bandaríkin og svo Rússar kannski sem einhvers konar leppar mögulega fyrir Kínverja. Þetta tel ég að sé mjög mikilvægt. Evrópusambandið hefur til dæmis sýnt norðurskautinu svolítið áhuga og eru núna komið held í aðra frekar en þriðju stefna sína norðurskautsmál og mér hefur þau stundum talað svolítið frjálslega svæðið og ég hef tekið það svolítið nærri mér því að þegar ég var að vinna fyrir Vestnorræna ráðið, þingmaður þess sem eru sem sagt Færeyjar, Grænland og Ísland að þá vorum við að keppast það að fá svo kallar áheyrnaraðild að ráðinu og leggja áherslu á það að málefni norðurskautsins væru ákveðu af íbúum norðurskautsins.
þá er ég að meina ekki í Brussel, Berlín, Washington eða Peking sko. Heldur hjá fólkinu sem býr á norðurskautinu. Og við eigum að vera svo öfluga rödd og þá er ég að segja Norðurlöndin öll og ég held að við Íslandi eigum bara mikil tækifæri í því að vera, ef ég sletti svona eins konar plattform fyrir slíkar umræður og geta dregið Norðurlöndin með okkur í það. Og ég vil ekki láta sko Trump algjörlega breyta þessari heimsmynd þó að hann hafi einhverju leyti gert það. Já, en þá erum við samt sem að líka sko Bandaríkin eru lýðræðisríki og maðurinn var kosinn af einhverjum ástæðum og ég held að við þurfum frekar einmitt að skilja það. Þú veist, hver eru ástæðna þess að hann hafi verið kosinn og ég ætla ennþá að treysta bandaríska þinginu. Já, ég ætla ennþá að treysta líka bandaríska þinginu með þetta sem kalla svona check and balance á því hvað forseti getur gert og þó hann er náttúrulega mjög óhefbundinn, hann segir alls konar hluti og kastar alls konar hlutum fram. Stundum verður það til að hrista í einhverju sem má mögulega hrista í, en stundum verður það líka til að ógna og það var til dæmis ekki gott það sem hann var að segja Grænland, það var bara mjög slæmt. En það breytir ekki því í mínum huga að við ættum þá að fara að banka upp á hjá Brussel. Og ég held að það breytir því ekki heldur hjá Degi því að hún er náttúrulega búin að finnast á í sko einhverja áratugi að við eigum að vera hluti aðalans að Evrópusambandinu en svo er alltaf þetta að setja það í það ljós sem við erum í akkurat núna. Mér langar aðeins til að bara taka þennan þráð varandi bara norðurskautið og Grænland af því að það hefur verið mér mjög óvarlega í huga í þessar umræðar núna í meir en ár og að því við erum bæði að taka undir eða draga fram sko þessa ræðu forsætisráðherra Kanada að sko þú veist þá er hann að tala þræði í þeirri heimsmynd sem að Bryndís er að lýsa. Það er að segja þessari heimsmynd þar sem að svona Vesturlönd standa saman í NATO, Evrópa er að stórum hluta í Evrópusamstarf og við líka innan EES þó við séum ekki í Evrópusambandinu og það er sameiginleg sýn á sameiginlega varnir og alþjóða frjáls viðskipti. Það hefur þýtt ótrúlega velmegun fyrir þennan heimsluta og hagvöxt og velsæld sem að við öll njótum og þar sem að Mark Carney forsætisráðherra Kanada er að segja þetta er búið til heim þar sem við erum háð hvort öðru með aðföng, með hráefni, með verslun viðskipti, með íhlut í alls konar tækni og svo framvegis og það sem hann er að opna augu okkar fyrir er nú er verið að nota það við sem háð hvort öðru til þess að kúa með tollum, með því að banna innflutning á vissum hlutum, jafnvel gagnvart bandamönnum og hann er auðvitað að tala þarna samskipti Kanada og Bandaríkjanna og það er enginn sem er í jafn miklum viðskiptum sín á milli tvö lönd, kannski bara í heiminum eins og Bandaríkjan og Kanada. Og hann er að segja að við verðum að horfast í augu við að þessi heimur sem Bryndís tala fyrir og okkur líður eins og við að mörguleiti lifum með þau í, hann er farinn. Hann er breyttur og við þurfum að bregðast við því. Og ef við erum að tala þetta varðandi norðurslóður og slíkt, að þá, já, sannarlega eigum við að líta á Kanada sem náinn bandamann og vonandi Bandaríkjamenn líka, en það getur ekki verið á forsendum hótana og til þess að geta staðist hótanir stórvelda, þá verða hinir að standa saman. Og við verðum bara að horfast í augu við það, að svo staða gæti komið upp að við værum í sömu sporum og þessi 8 ríki sem urðu fyrir hótunum frekari tolla frá hendi Bandaríkjamanna vegna Grænlands, við hefðum bara ekki sömu sterku stöðu og Danir gagnvart tollahótunum vegna þess að við erum ein og þetta geti verið jafnréttismál, þetta geti verið þungunarof. Það er orðið hluti af utanríkisstefnu Bandaríkjanna að safna upplýsingum í öllum löndum hvar lönd standi þessu. Þetta getur verið hvalveiðar. Þetta getur verið bara alls konar og þannig að mér fannst kjarnin í ræðu Carney vera það að til þess að vera raunverulega sjálfstæð þjóð í þessu nýja heimi þá þyrftir að geta staðist þrýsting. Og ég er bara að segja þó það sé svolítið hlutverk þess sem er svolítið leiðilegur ekki svolítið. Nei, sem er að segja bara, heyrðu, við getum ekki verið svona værukær og haldið að gamla heimsmyndin sé hérna ennþá. Hún er breytt, Carney orðaði það mjög vel og á meðan við erum
utan tollabandalaga, utan varnar og öryggis samstarfs varðandi gjaldmiðlinn okkar. Við erum ekki með, það kom aldeilis í ljós í hruninu, við erum ekki með neitt lánveitanda til þrautarvara og við erum ekki eins mikið inn í vörnum gegn fjölþáttaógnum og efnahagsógnum að sko þá þú veist, það bara mikilvægt að við séum að ræða þetta og þú veist, ég í raun ekki að mótmæla mörgu sem Bryndís segir nema því að við verðum að taka þennan breytta heim inn í myndina. Sko, annað bara ábyrgðarlaust. En mun þessi breytti heimur hafa áhrif á Evrópu umræðina hér sem að verður væntanlega áður en við kjósum hvort við viljum halda áfram eða ekki. Þó að þú myndi vilja, Bryndís, hafa spurningun öðruvísi, en hún verður eitthvað í þessa veru. Já, sko. Og mun þetta hafa áhrif á afstöðu Íslendinga? Ég held að fyrst, ef ég maður aðeins hopp, ég held að fyrst verði fólk bara að fá upplýsingar hvað samningur fæli í sér. Og þetta er tveggja þrepa ferli og fyrst er hugmyndin að sækja bara umboð til þess að halda viðræðum áfram og ég held að við höfum ekki að líta á það sem eitthvað munnlegt próf þar sem við þurfum að vita allt heldur þvert á móti að það geti verið eitthvað að sækja í lægri vöxtum, varnarmálum og sterkari stöðu og svo ef við fáum já, þá fáum við samning og þá fáum við svöri við svo mörgum spurningum sem við höfum ekki í dag því að hættan er svo að umræðan án samnings verði bara fullyrðingar einhverja að við fáum hræðilegan samning og fullyrðingar einhverja annara en við fáum frábæran samning. Hvorugt vitum við þurfum að fá samning. Já, en svo, sko, hvort að breytt heimsmynd bara í okkar nágrenni geti haft áhrif á okkur. Það reyndar í nýjustu könnun fækkar þeim sem vilja gangi í Evrópusambandi. Akkurat, og ég held að það sé líka... En fjölgar þeim sem vilja láta viðræðuna reyna. Já, en ég held að það sé sama í Noregi ef ég var að lesa einhverja frétti þar og það sést ekki ungu fólki sem væri orðið meira ansnúið Evrópusambandinu núna heldur en hafi verið áður. Sko, ég nefnilega óttast kannski einhverju leyti það sem þú ert að spyrja mun breytt heimsmynd, ef það gerir það þá er það vegna þess að stjórnmálamenn eru meira að hræða heldur en að fræða. Og það kannski það sem ég held að sé stóra máli að það alveg ljóst að það eru flokkar og það eru stjórnmálamenn sem hafa verið mjög hlynntir því mjög langan tíma að við göngum inn í Evrópusambandið. Ekkert nýtt í því, reyndar lagði núverandi formaður Samfylkingar og forsætisráðherra málið til hliðar en breytti svo skoðun því að Viðreisn fekk þessu máli sínu í gegn í stjórnarmyndaviðræðunum. Eins og stundum gerist, vissulega, og ég held að Dagur hafi nú alveg verið heill í því að hann hefur samt sem áður alltaf verið mjög skýr í sinni afstöðum að vilja gangi í Evrópusambandi og ekki alveg kannski hlýtt línu frá formanninum það að tala minna það, sem að ég held að hafi verið alveg skýr lína fyrir síðustu kosningar. En sko, mér finnst það ekki skynsamlegt og ég held að sé bara ekki í rauninni sanngjarnt að setja málið þannig upp núna við Íslendinga að þetta sé spurningum varnir og öryggi. Því það er það í mínum huga alls ekki. Ekki bara? Ekki bara, það er bara ekki varnir því að eins og við sögðum áðan, Evrópusambandi er ekki varnarbandalag. En þá kemur einmitt að því sem að Dagur var að nefna hérna. Það er gjaldmiðlinn okkar og hann talaði vextina. Menna verðbólga og vextir eru eins og við vitum á þessum tímapunkti þar sem að verðbólga hefur hækkað og Seðlabankinn nýbúinn að segja ætla ekki að hækka í bili en mögulega kannski bara mjög fljótlega hótar mögulega eða lætur vita allavega lætur í það skína hvað þeir þurfa að gera annars. Sko þetta er alveg sama umræða og var hér uppi hjá síðustu vinstri stjórn sem vildi líka gangi í Evrópusambandi og ég held að það sé nú ansi margar skýrslur og ansi margir fræðimenn sem hafi tekið undir það að það er einmitt íslenska krónan sem kom okkur svona hratt og vel upp úr hruninu og við náðum miklu fljótar árangri heldur en til að mynda vinir okkar í Suður Evrópu eins og Grikkland sem er enn að glíma við áhrifi þess sko. Þannig að ég segi sko tökum bara umræðun hvað Evrópusambandi er. Það er tollabandalag, það er myntbandalag, það eru ýmsar kvaðir og einhverju kostir mögulega líka og spurningin er bara það best fyrir Ísland að ganga inn í þetta bandalag eða ekki? Og samningur, þú veist það jafnvel og ég veit að Dagur veit það alveg líka, samningurinn gengur út á einhverja aðlögun. Því að Evrópusambandi ekki að fara að breyta sér út af litla Íslandi. Evrópusambandi er það sem það er.
Það bara stendur skýrt hvað það er. Eina sem við getum þá mögulega verið að gera er hvernig við ætlum að aðlaga okkar að þeirra kerfi, hvernig við mögulega fengjum einhvern afslátt af því hvenar þeir fengja Evrópusamband fiskveiðistjórnarkerfi tæki bara yfir hér eða varandi orkumálinu engar. Það ekkert annað en það. Þetta einhvers konar aðlögun. Þjóðin segja nei, sko. Ef það væri í atkvæðagreiðslu. Ég vona að þjóðin myndi segja nei við því. Því að ég held að liggi fyrir. Það ríðast upp fyrir mér að áður fyrir þegar að ég var með útvarpsþátt á Bylgjunni, þá var mikið talað um þetta og þá voru Maastricht skilyrðin. Ísland uppfyllti þá ekkert að þessum þremur skilyrðum held ég þessu. Og við gerum ekki núna. Við erum að háa verðbólgu og fleira. Þannig að er bara hægt að tala um það? Er búið að opna? Nei, veistu hvað er veikleikinn hér og hefur verið áratugum saman? Er að á Íslandi eru undirliggjandi væntingar það að verðbólgan fara á skrið eða gengið sígi með tilheyrandi verðbólgu og svo framvegis. Þetta það sem í hagfræði hefur verið kallað pesos vandamálið. Það að segja að í Mexíkó kemur í ljós að það var álag á vexti, jafnvel þó að hagtölurnar gæfu ekki til kynna að það ætti að vera álag á vexti vegna þess að það voru undirliggjandi áhyggjur að það myndi samt koma hrun á pesosunum eða slíkt og við erum bara svolítið í svipari stöðu að við sem höfum verið með krónu í 100 ár og vitum að hún hefur veikst 99,8% að við vitum að það þarf svo lítið að gerast í okkar litla hagkerfi til þess að verðbólgan fara af stað eða gengi sígi. Þannig að þess vegna, þegar þú horfir á skuldabréfamarkaðinn hér, þá eru verðbólguvæntingarnar miklu hærri. Það er ástæðan fyrir því að meðal verðbólga síðustu 20 ár hefur verið 5%, meðal stýrivexti Seðlabankans síðustu 20 ár hefur verið yfir 7%, og munurinn þarna á milli er miklu meiri hér heldur en í öllum viðskiptalöndum okkur, hvað þá Evrópusambandinu og ég held að það verður bara að fara að átta sig á því að þetta er risastórt kjaramál, ekki bara fyrir heimilin og þá sem eru að kaupa sér íbúð sem eru auðvitað augljóst dæmi, heldur líka fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, en hvað hafa stóru fyrirtækin okkar gert? Þau eru bara í evrunni. Þau eru í evrunni eða dollar, þau eru búin að áhættu stýra og þetta er á meðan krónuvandinn lendir á litla manninum, venjulegum heimilum, venjulegum fyrirtækjum og áhugaleysið að gera eitthvað í þessu er þess vegna útbreiddara en það ætti að vera vegna þess að sumir bara finna ekkert fyrir þessu. Alveg eins og bara eitthvað fólk var með peningana sín í skattaskjólum og þurftu þess vegna ekki að hafa áhyggjur af neinu. En þannig að sko, mér finnst ákveðin hætt á því að öfl í samfélaginu vilji ekki að við fáum að sjá samning. Þeir þora ekki yfir hennar fyrsta hjalla að fá það fram í samningaviðræðum hvað kæmi út úr því vegna þess að þau eru hrædd þegar þjóðin sér hvað er hægt að semja að þá lítist þeim kannski bara vel á þetta og sérhagsmunir muni þess vegna þvælast fyrir þessu. Ég er hræddur það. Það væri ofboðslega íslenskt. Vá, hvað dagur er komin á Viðreisnar línuna. Það væri bara ofboðslega íslenskt. Nei, sko, við byrjum nú ekki aðeins að bara út af því þú varst aðeins að tala um ábyrgðina en áðan. Nú ætla ég að segja þér aðeins, Þú ert með forsætisráðherra, út með formann í þínu flokki sem fór hér stóran á síðasta kjörtímabili það að þessar krónutöluhækkanir í fjárlögum myndu nú leggjast harðast niður verst á þá sem minnst hafa í samfélaginu. Hagfræðingurinn, núverandi forsætisráðherra, fór stóran þetta. Bara fordæmdi ríkisstjórnina þegar hún var að hækka krónutölunar. Hún var samt að hækka verðbólgu markmið Seðlabankans, ekki raunverðbólguna. Hvað gerir þessi ágætis forsætisráðherra og formaður flokksins dags núna? Hækkar krónutölunar, leggur ofan á vörugjöldin og fer í breytingarna á bensínu. Og hvað sáum við núna? Hækkun á verðbólgu. Leggst vest á þá sem minnst hafa. Nákvæmlega hópurinn sem þessi flokkur, eða það var að þessu, og sem þessi flokkur hafi farið í stóran í. Þannig að fyrir ekki að ég blæs á svona afsakanir í alvöru tala. Þetta er ekki boðlegt og við stóðum í þinginu og það var ekki bara við í stjórnarandstöðunni sem vorum að segja þetta. Það kom frá öllum helstu hagaðilum. Viðvörun við nákvæmlega þessu. Síðast núna áðan var forsætisráðherra samt sem að vera að afsaka þetta og segja að þetta væri. Þau eru með plan.
Ég hef ekki hugmynd hvað þetta plan Já, er, já, en já. það bara lítur rosalega illa út þetta plan. Já. Og núna held ég að það sé einmitt að gera svipað og kannski gerist hjá Jóhannestjórninni, síðustu Já. vinstristjórn, að þegar hlutinni fara úrskeiðis heima fyrir, þá beinum við sjónum eitthvað annað. Og núna er konan sem að fór inn í kosningabaráttu og sagði, heyrðu, ég ætla að setja Evrópusambandið til hliðar því nú ætlum við að vinna að því að gera heilbrigðiskerfi okkar betra, menntakerfi okkar betra og sleggjuna á vexti og verðbólgu. Annað fyrir til hliðar, hvað er að gerast? Býtu, vextir og verðbólga, bara upp. Við vitum ekkert hvað að gerast í þessu heilbrigðiskerfi. Jú, Inga Sæland er búin að klippa á einhver að borða eða að taka skóflustungur. En dettur einhverjum í huga að það hefur verið verk Ingu Sælands þegar hún var mætt 2 mánuðum eftir hún tók við að taka skóflustungu. Auðvitað voru það verk síðustu ríkisstjórnar. Hvað er að gerast í menntamálunum? Við erum að horfa á 3. ráðherrann á 1 ári, taka við þeim málaflokki og rugla jafn mikið í þessu. En býtu, hvað er forsætisráðherrann þá fyrir að tala um? Evrópusambandið. Já. Og nú er ekki bara verið að tala um Evrópusambandið út af evru eða einhver öðru, heldur líka út frá heimsmyndinni. Og þetta er það sem ég segja, þetta þarf að varast. Það á ekki að teikna þetta upp sem eitthvað öryggismál þjóðar að fara inn í Evrópusambandið. Það má líta á það hvernig Evrópusambandsríkin hafa og hvernig við höfum það og þá getum við nú hort á það að í flestum samanburði þá kemur Ísland mjög vel út. En ekki varðandi vexti og verðbólgu. Nei, rétt. En lífskjör, út af því að laun eru mjög há í landinu, ég alveg sammála því, en ef þú tekur bara, horfir á alls konar samanburð, bara lífskjör, í breiðu samingi hlutana, hverjir eru yfirleitt í toppsætunum þarna? Sviss, Noregur og Ísland eru í toppsætunum. Það eru þessi 3 Evrópuríki, Liechtenstein svo sem líka, en sem eru ekki í Evrópusambandinu. Þannig að það selur mér ekki þá hugmynd að lífskjör á Íslandi yrðu betri með að ganga í Evrópusambandið. Ég held nefnilega þvert á móti, þau yrðu síðri. En það hefur ekkert með einhverja sérhagsmuni að gera vilja sjá hana samning. Eina sem ég segi bara, við vitum hvað Evrópusambandið er. Spurningin er bara, viljum við fara í aðlögunarviðræður og aðlöga okkur að því sem Evrópusambandið er? Tökum bara umræðum um það. Hvað er Evrópusambandið? Af hverju ætti Ísland að fara í Evrópusambandið? Ég óttast sko okkur verið boðið på þetta að ræða sko fréttir gærdagsins eða síðustu viku einhver svona lítil frávik í þróun verðbólgunar í staðinn fyrir að fólk bara horfist í augu við það að fólk horfist í augu við það að við erum búin að vera með kerfisbundi vandamál sem tengist því að vera með svona lítinn gjaldmiðil. Við erum búin að vera með kerfisbundi vandamál, ekki 1 viku, ekki 1 mánuð, ekki 1 ár, heldur áratugum saman. Við erum að koma út úr kjörtímabili þar sem að verðbólgan var í 10%. Hún er komin niður í 5 núna. En við ættum kannski að segja líka af hverju hún var í 10%. Og það er ekki 10%. Nei, og það eru ýmsar ástæður fyrir því á hverjum tíma, en það sem að öll tímabil eiga sameiginlegt því miður er að vera með hærri vexti heldur en Evrópulöndin. Og við erum með, núna höfum við haft vit á því að vera mjög stóran gjaldeyrisforða, það kostar nú sitt. En við erum með meiri lífsgæði. Og við erum með jafn mikið lífsgæði og Norðurlöndi vegna þess að hér er sæmilegu jöfnuður og hér eru kvenréttindi, þannig að hér er atvinnuþátttaka meiri. Evrópa er með jafn mikið hagvöxt og Bandaríkin og vinnustund, en Bandaríkjamenn fá ekkert fæðingaroll og lítið sumafrí og vinna lengri vinnudaga, þannig að lífsgæðin að því leyti eru meiri í Evrópu og mest á Norðurlöndum og ég er alveg sammála, Norðurlönd eiga að vera okkar fyrirmynd áfram og ég held að þau hafi verið það, en við verðum bara að horfast í augu við það. Þó við séum komin á miðjan aldur og búin að koma okkur fyrir að nýjar kynslóðir eiga miklu erfiðara heldur en jafnaldrar þeirra að koma sér fyrir á húsnæðismarkaði er að borga miklu hærri vexti og þetta er kerfisbundið vandamál og ég er svo hræddur að það eigi að talandi hræðsluáróður að reyna að hræða fólk frá því að sjá hvað kæmi út úr samningnum með því að segja nei í fyrri umferð þegar ég sé engar góðar ástæður. Sama hvaða skoðun fólk hefur á hvernig samningar nást. Að hleypa þess ekki yfir í samningaviðræður, sjá hvað kemur út fyrir vaxtaumhverfið, hvaða bakstuðning fáum við frá Seðlabanka Evrópu til þess að fá hagfelldara lán meiri segja áður en við erum komin inn í evruna, bara svipað og Danir eru með, þeir eru tengdi við evru, það er ekki hægt að ógna þeirra gjaldmiðli.
það tryggir lægri vexti. Við sjáum hvað fyrirtækjalán, lítil og meðalstór fyrirtæki gætu fengið, en síðan þetta líka hluti af þessari heimsmynd, hluti af því að lítil og meðalstór ríki þurfa að standa saman til þess að standa ekki frammi fyrir ógn. En við getum verið staðið saman á þess að fara í Evrópusambandið. Í efnahagsmálum, sko, það sem dugar ef einhver hótaðir ofurtollum að vera í bandalagi. Tollabandalagi og við erum það því miður ekki. Voru ekki lægri tollar á okkur heldur en Evrópusambandið? Þeir eru jafnhái núna, þeir eru lægri á Bretland. Nei, ég meina frá Bandaríkjunum. Þessi umræða og hótanir hærri tolla orðin hluti af einhverju sem sumir hafa kallað vopnvæða alþjóðaviðskipti. Þetta bara það sem að forsætisráðherra Kanada var að segja væri hluti af henni nýja heimi. Við þurfum að horfast í augu við hann. Við vonum að við lendum ekki í skotlínunni, en það ábyrgð okkar sem þjóðar og stjórnmálamanna að tryggja að líkurnar léttara hjala á öðrum hættum. En skiljiði, þetta bara stór mál. Það stór mál að vera virkur þáttakandi í alþjóðasamstarfi og ég sammála Degi með það, Íslendingar eiga að vera það. Það þýðir ekki að við þurfum að ganga í Evrópusambandið. Ég vil alltaf vera skemmtilegur. Hefur ekki áhyggjur af fylgi Sjálfstæðisflokksins? Jú, það hef ég, vissulega. Já, og ykkur svona gengur illa að stoppa hrunið. Ég meina, skoðanakannanir eru mjög neikvæðar fyrir okkur og það hlýtur að við tökum það til okkar og það er alveg ljóst að við þurfum að gera það. Við þurfum augljóslega að tala skýrar í þeim efnum. Ég er náttúrulega líka reyndar að það sé nú svolítið þannig að við sjálfstæðismenn viljum gjarnan vera í meirihluta og meira vera að vinna verkefni heldur en að vera að tuða og nöldra og þeim hefur tekist ágætlega upp í því að þegar við höfum verið að standa vörð einhverja hluti, tökum atvinnugreinar sem dæmi, tökum sjávarútveginn sem dæmi út af því að þar var verið að hækka skatta nú eða núna í fjárlögum síðast þegar var að hækka skatta almennt bara á venjulegt fólk og fyrirtæki. Það er nú orðræða sem náða einhverju leyti í gegn en ég held að sjálfstæðismenn eru vanari því að við séum bara að vinna vinnun okkar og gera það vel heldur en að við séum svona að nöldra í þeim sem eru með völdin það að þeir séu ekki að gera hlutina nógu vel og við þurfum að finna leiðir út á þess að taka upp léttara hjal, ég held við þurfum líka að finna leiðir til að vera skemmtilegri ég held að það hljóta að vera eitthvað að því hluta því. En sem betur fyrir eru sko sveitarstjórnarkosningar handan við hornið og ég er nú svo lánsum að vera hér í suðvestu kjördæmi sem Kraginn, sveitarfélögin í kringu Reykjavík og ég reyndar sé okkur gengur mjög vel í skoðanakönnum í Reykjavík og ég vona að það endurspeglist líka á hinn sveitarfélögin þar sem að við höfum verið svona ráðandi í sveitarstjórnum víðast hvar þannig að ég hlakka til að sjá og horfa á sveitarstjórnarfólki okkar vinna stóran sigur núna í vor. Ég segi ekki lífspursmál, það skiptir ykkur verulega miklu máli að þið fáið góða kosningu í sveitarstjórnarkosningunum. Það skiptir okkur auðvitað mjög miklu máli. Við erum langstæðst á sveitarstjórnarstiginu og höfum verið það lengi og við ætlum að halda því áfram. Það sem við auðvitað erum að glíma við að það verið að toga að okkur í báða áttir sko. Miðflokkurinn vill stundum skilgreinna sig til hægri þó ég sé þetta alls ekki sammála því að sá flokkur sér til hægri en hann svona að reyna að toga í eitthvað íhaldsfylgi. Hér á þessu stöður hann sagði hægra megin við ykkur. Já, ég er algjörlega ósammála því að þú fer að skoða atkvæðagreiðslur og afstöðu í mörgum málum þá eiginlega ekki tækt að segja að sé neitt hægri við það. Svo náttúrulega Kristrún Frostadóttir hefur alveg breytt samfylkingunni. Ég held að það hljóta allir að taka undir það að hún hefur fært samfylkinguna, sumir segja á miðju og jafnvel bara hægra megin við miðju þannig að henni hefur tekist enn sem komið að tala svona svolítið eins og breiðfylking og halda ennþá góðum vinstrimönnunum en á sama tíma ná til sín fólki sem að vill bara sjá eigum að segja svona bara klassíska íhalds frjálslynda stefnu sem að Sjálfstæðisflokkurinn og á að vera áfram. En Dagur, samstarfskona þín til margra ára, hún náði ekki forystusæti í Reykjavík. Með mitt. Og hvernig var fyrir þig að vera áhorfandi að prófkjörinu? Það var bara spennandi. Það kom mjög mikið að nýju fólki og mikill kraftur inn í prófkjöri fannst mér og ég held að listin sé mjög firnasterkur fyrir vikið. Hann blanda af reynslu og nýju fólki. Og
hérna var verið að hrósa Kristrúnu sem að ég tek undir að Ég var ekki til að hrósin, ég var bara að segja að sko, henni við tekist á landsvísu á mörguleiti það sem að Samfylkingunni tókst í borginni að vera mjög breiður flokkur sem að stóð vörð gildi jafnaðamanna, jöfnuð, félagslegt réttlæti. Nú því svona sjálfsóðið. Nei, ég bara greina þetta. En leið að þá vorum við auðvitað að vinna alveg gríðarlega þétt og mikið með atvinnulífin í borginni. Þú veist, atvinnulífið hefur ekki vaxið og þróast eins hratt, byggst jafn mikið upp og jafn mikið fjárfest í nokkuð tíma eins og síðustu 10 ár í borginni. Og þetta hefur fólk auðvitað haft orð á og alveg fundist nógum, en ég held að þetta sé ein af útskýringunum á því að Samfylkingin í borginni hélt þessum dampi, jafnvel þó að flokkurinn á landsvísu var að fara niður í alltaf 5,6% í kosningum, að þá vorum við kannski með 32% í kosningunum þar, sem voru bara nánast sama ár, sko. Þannig að jafnaðarstefna, hún hefur náttúrulega þessar skírskotanir einmitt á Norðurlöndum. Þetta er brothætt, sko. Fylgið er brothætt. Fylgið hjá, sko, það sem þarf að skilja bara í samtímanum er að það á engin neitt. Og ég held að það sé kannski hluta vanda Sjálfstæðisflokksins að hann hafi gengið að einhverju sem vísu og talið að botninu væri náð í einhverjum 20% eða hvað það væri, en mín nálgun alla tíð hefur verið að fólk er bara opið, það hlustar, það veigra sér alls ekki við því að kjósa mismunandi flokka frá einu kosningu til annars. Það er ekki einhver svona helgun hjá einstaklingum hvað þá fjölskyldum eins og var rótgróið í íslensku samfélagi og stjórnmálamenn sem áttar sig ekki á þessu, að þeir eiga mjög auðvelt með að missa fótana. Herðu, við væðum að enda þetta hérna. Þetta er búið að vera mjög gaman. Við þarf endilega hóið ykkur 2 saman aftur seinna eitthvað annað málefni. Þetta er bara, þeir eru bæði kröftu og skemmtilegt. Við erum til. Bryndís og Dagur Sælasyni. Takk fyrir. Ég ætla að segja það við ykkur, Sælasyni. Rauðaborg heldur áfram hér eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is